Nei, við sitjum með eftir bræðurnir, gestirnir okkar farnir, búið að vera líflegar umræður bæði bara samfélagið allt og núna síðast Sjálfstæðisflokkinn sem að voru áhugaverðar. Þú byrjaðir samtalið í hádeginu hvort að Sigurður Ingi ætti ekki að flýta landsfundur flokksþingi. Og það eiginlega, við fórum yfir það, ég meina, föllur ráðherrarnir hafa ekki tilkall til þess að vera formenn, bæði hafa ekki aðstöðu til þess, það er nú oft talað um að það sé erfitt að vera formaður utan þings og kom fram þegar hann var formaður Jón Sigurðsson, sem hafði mikla hugmyndir að endurnæra Framsóknarflokkinn. Hann var eldklár maður og með hann var pólitíkus hann kunni pólitíska sögu og vildi endurnæra flokkinn með gömlum hugsjónum samfélagsuppbyggingu. Það gekk ekki hjá honum að vera svona utan þings, hann hafði kannski hætt af öðrum ástæðum. Geir Hallgrímsson var utan þings? Það gekk ekki heldur. Og við veist vandræðin með Þorsteinn var utan stjórnar einhvern veginn, það var líka algjör vandræðin. Það var alveg galið. Herðu, en þá var eiginlega eftir eina sem gat gett tilkall til þess að vera formaður, væri Ingibjörg Ísaksen, en hún var bara lýsaði yfir núna áðan að hún styddi Sigurð Inga bara fullkomlega og þar með þetta eiginlega bara dautt mál. Er það ekki? Jó. Ég held að það sé. Hún hefur sterkasta pallinn til að tala frá. Já, ef þú vilt ekki Sigurð Inga, þá voru að segja hvernig þú vilt. Gömlu ráðherrarnir, föllur ráðherrarnir, þeir virka ekki. Þingflokkur virkar ekki nema kannski Ingibjörg, hún styður Sigurð Inga. Og hvað ætlar að gera? Þú verður bara með Sigurð Inga. Ég ætla ekki að gera. Ég bara ætla ekki að vera að kosta á mér. Nei, ég ætla ekki að gera neitt. Mér finnst þetta svo erfið staða sem hann í að býða afhróði kosningum, fara 13 þingmönnum niður í 5, tapa 8 þingmönnum og hann rétt lagður inni og hann ætli sér bara ótrauður að vera formaður áfram. Þetta algjör höfnun á frambúð Sjálfstæðisflokksins. Framsóknarflokksins, Jú, en þeir hafa bara ekkert annað. Þetta þannig að þeir ætluðu að klífa fjall og Sigurður Ingi var þarna fremstur og hann hrapaði niður og hann fótbrotinn og hann búinn að tapa öllu sem hann var búinn að klifra. En það eiginlega eina leiðin fyrir hann að bara leggja af stað fótbrotinn og með brotna hnéskeljar og alltaf komast upp kjörðu. Og þetta rosa erfitt. Ég meina, manstu þegar vorum að ræða VG og þá var allir að tala að Svandís yrði næsti formaður og ég sagði alltaf nei, ég held ekki. Af því ég taldi að Svandís hefði svona það nef að átta sig á því að þetta bara óvinnandi. Og ég myndi halda að Sigurður Ingi, ef hann myndi horfa á það, allir aðrir alveg sama, þetta svona, kannski verður 4 ára kjörtímabil með þessa ríkisstjórn, þannig að nú tími segjum að þú hefur metnað að taka við og ert kannski utan þings, það væri best að gera það bara svona ári fyrir kosningar eitthvað, þannig að það enginn að íta eftir því að taka við honum. Nei, en flokkurinn sökkvandi, Og Sigurður Ingi mun ekki ná að snúa þessu við. Nei, alveg örugglega ekki. Nei, mjög ólíklegt, það getur verið hann bara farið upp okkur fjall og komið niður með töflunar, fáið vitrun, ég held að þetta sé bara búið hjá honum, það getur verið formaður eitthvað áfram, þannig að ég veit ekki, þannig að flokkurinn jafna sér betur á þessu en flokkurinn í lífshættu. Samfylkingin skipti formann með 6 þingmenn, Framsóknarflokkurinn með 5. Þá tóku þeir nýjan, eitthvað svona ferskan anda sem að væri þá kannski Ingibjörg Ísaksen og Kristrún, hún eins og frekt var ekkert svo mikið niður í þingi, notaði svolítið að vera inn á þingi að rífast við Bjarna, að búast til að hún væri mótvægið við Bjarna sem að kom svolítið fram fyrst að meðbyrði með þessar ríkisstjórn núna hún ekki Bjarni, þannig það mjög sniðugt á Davíðs tímanum að vera andstæðingur Davíðs eins og Ingibjörg Sólrún gerði og þar hún gerði það niður á þingi en var eiginlega svolítið á þingi, svo fór hún bara landið og fór að bara byggja upp nýja flokk sem heitir Nýja Samfylkingin og allt annar flokkur heldur en gamla Samfylkingin. Og hún fekk bara einráð að gera þetta. Þegar hún skilaði árangri, það oft sagt byggð og þeir munu koma. Það fór að rísa í skoðanakönnunum. Þá segja allir bara ok, gerðu þið, allir bara Kristján. Ég ætla ekki að fara að deila það hvort þú segir eftir leið eða ekki.
Það augljóst hún rétti leið, þannig ég fylgir sem að skora alltaf mörkinu, ég get að ræða það frekar, bara alltaf fram að skora. Nei, en það voru sumir sem fóru, Helga Vala og sumir fóru út á og sumir fóru út á útlendingamálunum líka. Já, en ég held að ákvörðun Kristrúnar í Evrópumálunum hafi fælt í burtu Helgu Völu og Oddnýju Harðardóttur. Já. Ég held að sé... Það var það ekki líka eitthvað svona persónulegur ágreiningur inn í þingfloknum, sko. Evrópumálin. Nú, ég held að það hefði verið bara svona eitthvað persónulegt að hún hafi verið ekki lynt við neitt nema Jóhann og Já, kannski höfum báðir rétt fyrir okkur. Það voru þarna fréttir að það voru einhver svona vinnustæðasálfræðingar að koma að tala á milli. Það nú meira úrsköpun, það alltaf ef það rífist í stjórnmálaflokki þá kom alltaf vinnustæðasálfræðing. Við ættum að hafa kannski pröfa að hafa vinnustæðasálfræðing til þess að við getum talað saman. Alltaf hvernig þau samtöl farið fram. Já, þá kannski... Mér finnst að Siggi vera eitthvað svona. Það ég veit ekki hvernig það fer. Nei, ég Fransson er í alveg stórkostlegum vanda. Já, það er ég að segja. Já. Og þá kannski Ingibjörg ekkert spurt að því hvort hún vilji eða ekki, hún bara verður. Ef að Sigur Ingi finnur Inga Fjöld til að stökka upp af til að gera eitthvað, ef hann gerir það ekki, að þá er bara einsýnt með það að alveg svo Jón Sigurðsson og Valgerður tók að sér formöðsku Framsóknarflokknum að því það var bara krísa. Já, en það er eitt í þessu. Segjum að Framsóknarflokkurinn hugsa sér svo, við erum með bara hryllilegri stöðu. En við vitum ekki alveg hvar sóknarfærin okkar liggja. Ef við ekki bara hingra aðeins og sjá til hvernig þessi ríkisstjórn sem er svona með eitthvað meðbyr núna, sem að mér ég sé ekki alveg í skoðanakönnunum. Þannig að ég held að við áttum aðeins að hafa því huga þegar við erum að hlusta á allt þetta spjallþætti og svona, þar sem við talaðum um svona gríðarlegan meðbyr með valkyrjustjórninni. Ég held að hún sé ekki að byrja á hærri stað heldur en ríkisstjórnin bara yfirleitt og almennt, sko. Nei. Þannig ég held að byrja að það skjóta þín. En þá segir Framsóknarflokkurinn, sjáum aðeins til hvernig gengur að efna öll þessi stóru loforð sín. Og svo þegar það gerist náttúrulega ekki, þá byrja að verða svona kurgur og allt þetta. Og þá opnast eitthvað svona tækifæri hvar við getum vaxið, af því að Framsóknarflokkurinn er svolítið eins og svona lindir. Ef það opnast til hægri, þá vex það til hægri og það getur gert hvað sem er. Kannski hugsaðu bara svona. Nema Lilja, hún er svolítið eins og hún hefur trú á því að hún er pólitíkus. Já, og hún hefur talað flýta flokksþingi. Já. Hefur trú á að hún hafi stuðning í flokknum til þess? Já, ég held það. Ég held það. Hún náttúrulega sögu í flokknum. Pabbinar var náttúrulega afgerandi Framsóknarmaður. Og svo líka hún bara mikið menntuð fyrir þetta og hún hefur ýmislegt tilbúinins að bera, sko. Það hjálpar nú ekki öllum. Þetta er þess að fjármálaráðurinn okkar hefur svona menntaður og svona, en hann hefur aldrei náð neinum árangri í prófkjörum inn í viðreisn eða í kosningum. Nei, þess vegna fór hann bara rétta leið. Hann fór bara í heiðursætið og sem varaformaður og þá hann ráðherra. Ég heyrði sagt að þar sem að þetta er sagan á bakvið hans, að hann hefur vel ekki umboð almennings til þess að vera í þessu líklega valdamesta ráðherraembættinu. En þá Þorgerður Katrín raunverulega bæði utanríkisráðherra og fjármálaráðherra, þar sem hún hefur daða til þess að sinna sínum málum svipað og Bjarni vildi hafa Jón Gunnarsson í matvælaráðuneytinu. Er þetta... Já, akkur ekki. Þetta hljómar ekkert lygilega því að hún sagði sjálf, Þorgerður Katrín, að það er líka bara fyrir á síðasta degi sem hún valdi utanríkisráðuneytið. Hún var að velta fyrir sér að fara í fjármálaráðuneytið. Það er mikið á því að fyrir utanríkisráðuneytið og tekur hann. Kemur varaformaðurinn hann inn án þess að vera lýðræðislega kjörinn. Sem er önnur staða. Já. Utanþingsráðherra, við höfum náttúrulega haft svoleiðis, við vorum með eftir hrun. Gylfi og Ragnar sinntu bara sínum verkum svona. Ég veit ekki. Það er ekki mörg dæmi þetta. Þetta hefur svipinn manni ekki nú mörg dæmi þetta. Geir Hallgrímsson, hann féll í prófkjöri mjög sögu þar sem Albert Guðmundsson fellt hann út úr fyrsta seti og reglurnar voru þannig að það var náttúrulega enginn að kjósa Geir í annað og þriðja seti, þannig að hann hrundi bara niður þá til að hann var komið svo aftarlega að hann náði ekki kjöri, þannig að enda í 8. setið eitthvað. Að þá var Reykjavík eitt kjörgjum sem formaður flokksins og
og held hann hafi verið utanríkisráðherra. Og síðan kjósaði nýjan formann sem Þorsteinn Pálsson og hann var alþingismaður. Utanstjórnar. Já, utanstjórnar. Já, til að byrja með. Sem ég veit að var alveg fáránlegt tímabil. Og svo enda með því að Geir sagði að sér ráðherraembætti og Þorsteinn fór inn í ríkisstjórnina. Af því að þetta var ófremdar ástand. Framsókn að bíða og sjá til. Það verður forðanlegt að sjá svona fyrstu verk ríkisstjórnarinnar. Nú verður að tala að þeirra leggja fram málefnaskrána, ég veit ekki alveg hvort að það er. Þú heyrðir það hvernig bæði Erna og Jóhanna raunverulega yfirlýsingar Þorbergar dómsmálaráðherra hvernig það stuðu þær. Þannig að við höfum eftir að fá ráðherra og ég heyrði það líka þegar Þorgerður Katrín fór til Úkraínu og lofaði peningum til þess að byggja upp vopnaframleiðslu í Úkraínu að það sló ekki allavega vel hljóma bara þetta bara byrju hverju munur á þessu og Þórdísi Kolbrúnu. Ég líka Þorgerður Katrín hún hefur eitt svona galla, hún hælir svo mikið andstæðingu sínum. Hún byrjar á því, í þinginu, hún byrjar margar ræður á því að hrósa einhverjum úr liði andstæðingana og þarna gerir hún þetta með Þórdísi Kolbrúnu. Þegar hún tekur við líklánum. Já, þá segir hún, þá bærir hún á mærana, hún hefur staðið sér vel í embætti og annað og svona bara hafi hófið, þú veit ekki að tala of vel andstæðingiði. Já. En Þórdís Kolbrún, hún svaraði á móti og sagði að Þorgerður Katrín hefði verið sinn besti stuðningsmaður í þinginu. Já. Þannig þær eru, ég bara trekt á ályktun, þær eru bara á sömu línunni og svo náttúrulega það sem Þorgerður kýs að gera fyrst, nema að hún kallar flóttamannaaðstofuna í Palestínu svona bara til fundar til þess að tilkynna þær alltaf flýtagreiðslum sem svona vísir af einhverju sem gæti verið stefnubreyting varðandi Gaza. En hins vegar alveg sömu svona herská línunni. Köllum það bara og þá það hugmyndin þú hvort að þú teljir að vera diplomatísk lausn á deilunni eða hvort að ég að beita hervaldi að Þórdís Kolbrún var alltaf svona herforingja megin frekar en diplomata megin og Þorgerður Katrín hefur tekið það eftir svo hefur eftir að fá alla ráðherrana eiginlega til þess að sína svona hvernig þeir bregðast við bæði einhver áreiti, einhver sem kemur upp og þá held ég að margir séu á vaktinni er þetta eitthvað breyting? Eða eru við bara komið með nýja fulltrúa fyrir óbreytta stefnu? Það er náttúrulega komið ljós. Já, ég meina til dæmis Inga Sæland hefur eiginlega ekkert sagt sem ráðherra húsnæðismál. Kannski hefur ekki verið spurð. Jó, eitthvað svona, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Það eins og við vorum að tala í fyrsta hlutunum með Ragnar Þór Ingólfsson sem nýkjörinn alþingismaður að þá ekkert starfeyli í gangi. Ég hugsa líka að nýju ráðherrar það eitthvað bara logn núna, eitthvað bara hlé og þá geta verið að setja sér betur inn í máli sín eitthvað, ég veit ekki. Koma í Gíslamartin og spila gítar og svona bara kynna sig sem persónur. Það var mjög flottur. Jón Páll og svo skrifar hann grein líka núna sem mjög góð varðandi skerðing nú ég ellilífeyrisþegi og ég má vinna held ég fyrir 200.000 á þess að komi skerðing á mig en ef ég fær að taka út lífeyri minn að þá myndi vera tekið að mér eitthvað bara 75% eitthvað og hann vil laga þetta að sé sama hvaðan ellilífeyris ekki þegið, má ekki segja þeir sem konur á eftirlaunafólk að það sé sama hvaðan tekjurnar komi hvort það er úr séreignarsparnaði eða lífeyrissparnaði eða atvinnu. Heldur hann hafi stuðning til þess að gera þetta? Hvað var þetta Jóhann Páll sem var að leggja þetta? Já. Þetta er nú ekki hans ráðundi. Nei, en hann hefur samt þess að skoðu. Ég sé fyrir mig andmælinu þessu. Það er annars vegar með tryggingastofnun, þar sem allir fá útgreitt ellilífeyri, eins og heitir. Svo eru fólk í lífeyrissjóði og þetta er svo blandakerfi og ef þú ert með 1 milljón á mánuði í lífeyriskerfinu, þá skerðist miklu fyrr, þá skerðast greiðslur tryggingastofnunar nema ellilífeyrin sjálfur vegna þess að þetta er samsett upp úr því að þú býrð einn og það verður að búa til svona leið til þess að það er það sem að skerðist og
ef að við ætlum að segja sem svo að ég með 500.000 á mánuði út úr lífeyrissjóði en þú með bara 100 að það er ekki að við að fá það sam út úr Tryggingastofnun. Þetta er svolítið annað sjónarmið heldur en ef að það er sagt að ef ég er á vinnumarkaði eða getur verið að skrifa bók eða gefa út bók eða er að gera eitthvað á vinnumarkaði, að það skerði strax þannig að ég er bara, segjum að bara á strípuðum tryggingabótunum og ég er að reyna bara að bjarga lífinu með því að bera út mokkan eða eitthvað og þá fer ég í skerðingu og þá sagt, nei, við mátt alveg vinna fyrir 200 skall áður fyrir að skerða í atvinnutekjum, en það sé annað ef þú ert að fá greitt út úr lífeyrissjóð. En lífeyrissjóðurinn, þessi sparnaður, hann er hluti af launum, sko? Það er sparnaður af gömlum launum. Já, það var tekið af laununum mínum eða hvað sem er, sko, á leiðinni. Ég er bara að segja að ég sé alveg fyrir mér, sko, andstöðuna sem að þetta eftir að mæta. Þessi tillaga, sko. Já. Að það sé ekki gerðu greinamunur á atvinnutekjum eða lífeyris... Nei, þetta er ekki fjármagnstekjum. Fjármagnstekjum út úr lífeyrissjóðum sem er reyndar ekki, sem er skilgreint sem launatekjur, sko. Það eru skattlagðir sem launatekjur. Það er eitt sem hefur eiginlega aldrei náðst að vera til umræðu af því að þú leggur inn launin þín og svo líklega áast þetta eitthvað og svo farið þetta borgað út og þá er það skattlagt eins og atvinnutekjur. En hluti af þessu ætti að vera ef þeir tapuðu ekki alltaf peningunum í hruninu og verið alltaf að tapa peningunum lífeyrissjóðirnir, að þá ætti hluti að náttúrulega skattast eins og fjármagnstekjur. Af því að ég lagði svona mikið á laununum mínum og svo ávastaði svona mikið. Þetta ætti að skattleggja sem launatekjur, en þetta ætti að skattast sem fjármagnstekjur og lægra. En þetta hefur aldrei svona meila komið til dagskrár, sko. Nei. Þeim er svona ósækjandi. Já, en það sem hann vill þetta er í ráðuneytingu, hann ræði við hana. Já, hann var einn fárra þingmanna sem að sýndu málefnum öryrkja og lífeyrisþega áhuga í þinginu. Við ræddum það nú stundum til dæmis við formenn öryrkjabandalagsins, Geðhjálpar og Þroskahjálpar hvaða eru fáir þingmenn sem að hafa sett sig inn í þessi kerfi til þess að skilja þau. Guðmundur Ingi Kristinsson, Flokki fólksins, hann er líka mjög... Já, og Inga og Jóhann Páll var svona eitt fárra svona utan sem er ekki bara öryrki sem að tók þátt í svona alvöru umræðum. En hann er í allt öðru ráðuneyti, hann er í ráðuneytinu hans Guðlaugs Þórs Þórðarsonar sem að ég veit ekki, Greddi Guðlaugur á að vera í því ráðuneyti? Ég veit ekki. Það var þegar hann var settur í heilbrigðisráðuneyti, það var talað um að það væri banabiti, að banabiti allra að fara í heilbrigðisráðuneyti. Já, ekki hans. Nei, ég held að sjálfstæðismenn hann er búin að vera þingmaður eða ráðherra síðan. En já, það er nú það. En hann hefur verið í vanda, hann var aðal hvatamaðurinn að því að sækja þessa styrki sem að flokkurinn síðan samþykkti að endurgreiða eftir hrun, gríðarlega styrki til FL Group og eitthvað fleira. Ég spurði þegar ég var með Sprengis, hann spurði Bjarna ítrekkað þessu, er þið búin að borga styrki? Já, ég held að ég ekki búin að borga. Nei, eitthvað að þeim, hann gæti sagt það. Já, en það er menn að hætta að spyrja þessu. Já, ég gera það. Þeir lýstu yfir að þetta voru slatti, þetta var 100 milljónir eða eitthvað sem ætlar að endurgreiða. Nú hafa þeir selt lóðina sína og greiddu sko næstu milljarð. Hvernig er það hægt að þú áttu lóð í Reykjavík og getið grætt heilan milljarð? Það er bara að þröngri lóð sem að... Þetta er bara brask samfélag sem við lifum í. Hvernig má það vera að þegar áður en blokkin er byggð, þá skuldar hún milljarð? Þú veist, 1000 milljónir. Og það ég held að sé ekki alveg ég held að sé 700 hvað. Við skulum segja bara hvetja fólk til að kanna þetta og lesa sig til þetta. En þetta var sko, byggingarétturinn var sko metin á, minni mig, 700 milljónir. Og við höfum oft fjallað þetta eins og þegar orkureiturinn var að skipta eigendur að það var búið að losa út úr framkvæmdunum áður að byrja að byggja kannski 5 milljarða sem að greið fólki sem að kaupir íbúðir eða leigir íbúðir þarf að borga ævin á enda á sko lánum og vöxtum. Já, verðtryggðum lánum sko. Byrði í samfélagsins af þessu braski. Stóra vöxtum ofan á það og bara árið sem ég keypti fyrstu íbúðuna þá var verðtryggingi sett á. Ég er búin að lifa með verðtrygginguna allt mitt líf.
Herðu, við segjum þetta gott í bili. Þetta voru gaman. Fínn þáttur sem við vorum með. Minni á að umræðin heldur áfram á Samstöðinni. Rauðaborði verður annað kvöld klukkan 8. En ég þakka gestunum sem hafa hingað komið í dag, þakka Sigurunni fyrir hjálpina og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en mest þakka ég ykkur sem hafist aldrei við og annarkvæmt hortið að hlustað. Þið eruð aflið sem að breytir þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið eru líka þau sem hafa byggt upp dreifikerfi Samstöðarinnar og það hefur bara einfaldlega gerst með svona góðri afspurn. Ef að þið segir vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér, að þá kíkir fólk á það og þar með stækka dreifikerfi okkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðarinnar og einstakra þátta, við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, en það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilaran, spilari.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðinu og allar ístakar útastöðu hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki, ég er eiginlega hættur að trúa því. Ætla önnur fjarskiptafyrirtæki líka að bjóða sínum viðskiptunum með efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti, Rauðaborðinu og öðrum þáttum Samstöðarinnar. Það sem drífur Samstöðina áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Þú getur slegist í þannig hóp með því að fara inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.500 krónur sem mér að setja sig allt og látt. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsskiptin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda, eina raunverulega þjóðarútvarp, getum við sagt. En þetta er nóg í bili, það er stutt eftir helginni, njótið þess. Takk fyrir.